Þá komið að 5. og síðasta lið á dagskrá, það samgönguáætlanir fyrir árið 2019-2023 og 2019-2033 og til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fyrir Alþingi liggur núna fyrir til þingsályktunartillögu samgönguáætlun, annars vegar eins og Halla sagði fyrir árin 2019-2023 og hins vegar fyrir árin 2019-2033. Og í þessari samgönguáætlun margt áhugavert og gott að finna og ýmislegt þar líka sem að við sem bæjarfélag þurfum að hafa í huga. Þeir sem hafa væntanlega lesið fleiri samgönguáætlanir en ég hafa nefnt það við mig að þetta sé sérstaklega góð samgönguáætlun, þar að segja verkefnin séu skilgreind og það sem meira skiptir að þau séu fjármögnuð. Það að segja að þessi aðgerðaráætlun byggist á fjármálaáætlun árinu 2019-2023 sem Alþingi samþykkti á vorþingi árið 2018. Þessu ber að fagna þetta og geri ég það hér með og ekki síst í ljósi umræðu okkar á bæjarstjórnarfundi skýrslu traust á stjórnmálum. Þá einmitt það sem á stundu virðist hafa vantað skýr stefna í bland við fjármagnað aðgerðaáætlun. Þetta sjálfsögðu ættum við líka hér í þessum sal að taka okkur til fyrirmyndar. Síðan annað mál hvort að við séum endilega sammála því sem að síðan í samgönguáætlunni kemur fjármögn, hvaða verkefni eru fjármögnuð og í hvaða forgangsröðun. En það annað mál. En fyrir okkur sem að sitja hérna í þessum sal þá víst líklega eitt stærsta einstaka samgöngubótamáli tengt flugi og uppbyggingu Akureyrarflugvallar. Í áætluninni kemur fram að greindir verði kostir þess að fela Isavia fjárhagslega ábyrgð á millilandaflugvöllum landsins. Mér reyndar persónulega finnst kostirnir svo augljósir og margumræddir og marg talað það. Mér finnst það hrein tímaskekkja að endilega fara í það að greina þá núna og finnst mér að það ætti í rauninni að vera löngu búið og þar með eigendastefna Isavia ættu auðvitað að liggja fyrir og það ekki seinna en í gær. En nauðsynlegt fjármagn til viðhalds og framkvæmda á flugvallamannvirkjum og flugleiðsögubúnaði innanlandsflugvalla hefur metið á 700 milljónir króna á núvirði en í áætluninni með leyfi forseta segir uppsöfnuð þörf vegna vanfjárfestinga undanfarin ár þýðir að hún nemur nú 1200 milljónum króna árlega næstu árin ef koma á innviðum innanlandskerfisins í viðunandi horf á næstu 5 árum. Síðustu 10 ár hefur á meðaltali verið varið að núvirði 365 milljónum króna til viðhalds og framkvæmda á flugvallamannvirkjum og flugleiðsögubúnaði árlega. Það rétt rúmlega helmingurinn af því fjármagni sem talið nauðsynlegt að verja árlega til viðhalds á núverandi mannvirkjum. Fjármagn til viðhalds og verður forgangsraðað til áætlunar flugvalla og þá sérstaklega til viðhalds flugbrauta. Á fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna sem við bæjarfulltrúar sátum nú örugglega flest hérna í liðinni viku, það satt ég og bæjarfulltrúi Þórhallur einstaklega skemmtilega erind málstofu innviðauppbyggingu og það var í rauninni svolítið sjokkerandi að horfa til þess að hversu illa við erum stödd í innviðauppbyggingu í þessu landi almennt. Þetta var eiginlega bara sjokkerandi. Og kannski þessu virði fyrir okkur sem bæjarfulltrúa og okkur sem störfum í stjórnmálum að horfa aðeins á hversu mikilvægt viðhald og uppbygging innviða í samfélaginu, sérstaklega þegar það ekki, vegna þess að við vitum hvað kemur fyrir bíl sem ekki í handbremsu í brekku. En þetta eru kannski ekki heitustu loforðin, innviða uppbygging, viðhald og svo framvegis, en þetta kannski eitthvað sem við verðum engu að síður að horfa til. En í samgönguáætlunni kemur einnig fram með leyfi forseta til þess að alþjóðaflugvellir í grunnneti Reykjavíkur, Akureyrar og Egilsstaðaflugvelli upplifi samræmdar kröfur EES-samningsins í reglugerð nr. 464/2007 flugvelli nauðsynlegt að setja upp aðflugsljós á 5 flugbrautum á þessum flugvöllum, tryggja þau fjármagn fyrir þessa framkvæmd sem þarf að vera lokið í árslok 2021. En þá segir hann einnig: ratsjárbúnaður Akureyrarflugvallar komin til ára sinna og vandlega fylgst með virkni hans. Áætlaður endurnýjunarkostnaður nemur alltaf 1.000 milljónum króna og hann ekki inn í samgönguáætlun. Þetta þykir mér í besta falli undarlegt. Í samgönguáætlun sem gildir til ársins 2033 kemur fram með leyfi forseta: miða skal við að Reykjavíkurflugvöllur geti þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt á meðan annar jafngóður eða betri kostur ekki fyrir hendi. Við sem sagt getum bara sett það inn á kalendir okkar árið 2030 og fara að tala aftur staðsetningu á Reykjavíkurflugvelli ef marka má þessa samgönguáætlun.
En í áætluninni segir einnig, með leyfi forseta, mikilvægt að stuðla að aukinni dreifingu ferðamanna landið með auknu millilandaflugi til fleiri staða en Keflavíkur og góðri kynningu á innanlandsflugi sem valkosti. Enn fremur segir, á samráðsfundum og víðar hefur komið fram að auka verði millilandaflugum Akureyri eða Egilsstaði, og ég ætla að benda ykkur á þetta, eða Egilsstaði, til að auka dreifingu ferðamanna landið og efla ferðaþjónustu á landsbyggðinni. Flug til þessara áfangastaða höfða fyrst og fremst til ferðamanna sem heimsótt hafa landið áður. Rannsóknir á farþegum með millilandaflugum Akureyri á meðan það var í boði sýndu að 60% erlendu ferðþegana höfðu áður komið til Íslands en sambarlegt hlutfall í Keflavík aðeins 18%. Unnið að því að finna leiðir til þess að auka flug á aðra millilandaflugvelli meðal annars á vettvangi flugþróunarsjóðs eftir því sem aðstæður fyrir móttöku ferðamanna, svo sem hótelrými og afþreying batnar á Norður- og Austurlandi, aukast möguleikar á millilandaflugum Akureyri eða Egilsstaði. Síðustu ár hefur tengiflug verið í boði milli Akureyrar og Keflavíkur yfir sumarið þrátt fyrir að fái nýtið sem flugi verður tilrauninni haldið áfram. En með við þetta þá telur ríkisvaldið að hótelrými vanti inn á svæðið sem tónar reyndar ágætlega við þau uppbyggingar áform og skipulag sem hér á Akureyri en því miður bólar eitthvað minna á framkvæmdum í þeim efnum því miður. Síðar í áætlunni til ársins 2033 segir stefnt að reglubundnu millilandsflugi Egilsstaðaflugvöll og eða Akureyrarflugvöll, það var komið þarna eitt og með þannig að kannski verið að horfa til þess að þetta séu báðir vellirnir. En þar segir þó í þessari langtímaáætlun til 2033 sem ekki fast fjármögnuð. Á öðru tímabili áætlunar gert ráð fyrir að auka svigrúm til nýframkvæmda og auknauðsynlegs viðhalds. Þá gert ráð fyrir að ráðast í byggingu nýrra flugstöðvar á Reykjavíkurflugvelli og ljúka við stækkun flughlaðs á Akureyrarflugvelli. Á þriðja tími áætlunar gert ráð fyrir stækkun flugstöðva á Akureyri og Egilsstöðum, auk stækkunar flughlaðs á Egilsstöðum, svo að flugvellinir geta tekið á móti auknu millilandaflugi. Tækjakemslu verða byggðar í Reykjavík og Egilsstöðum og Bíldudal og bílastæði við flugstöðinni á Ísafirði verða full frá gengi. En við eigum sem sagt væntanlega kannski hér á eftir að tala okkur enn og einu sinni hás það hér á bæjarstjórnarfundi af hverju ósköpunum ekki bara hægt að kýla á það að stækka þessa flugstöð og laga þetta fluglag eitt fyrir bingo eftir hverju að vera að bíða. Mögulega eigendastefnunni en hún hefur verið óskaplega lengi einhvern veginn í vinnslu en samt óljósri vinnslu. Mér finnst vanta gagnsæi á það. En mér langar að ræða annan áhugaverðan hluta á samgönguáætlun sem tengist aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum en það ýmislegt sem okkar bæjarfélag þarf að hafa í huga en stjórnvöld hyggjast ráðast í ýmis verkefni sem í rauninni ansi metnaðarfull og áhugaverð. Til stendur samkvæmt áætluninni að taka upp ívilnanir fyrir loftslagsvæna bíla og eldsneyti, hækka kolefnisgjald, tryggja að byggingar og skipulagsreglugerðir taki mið á þörfum rafbíla fyrir aðgengi að rafmagni, átaki að nýta metan frá urðunarstöðum, stutt verið við framleiðslu á innlendum umhverfisvænum orkugjöfum eins og kostur byggja upp innviði fyrir rafhjól og reiðhjól, ég náttúrulega fagna því persónulega gríðarlega, nýta innlenda eldsneytisframleiðslu úr plöntum og úrgangi, innleiða vistvæna bíla, efla almenningssamgöngur, huga orkuskiptum í ferjum, rafvæða hafnir og draga úr notkun svartolíu svo eitthvað sé nefnt. Þetta er gríðarlega metnaðarfullt og ég geri ráð fyrir því að fjölmargt af þessum verkefnum sé eitthvað sem við sem sveitarfélag þurfum að huga að líka. En framundan einmitt stefnumótunar vinna við framtíð vistorku og moltu og ég get ekki annars séð en að þær fyrirliggjandi hugmyndir tóna einstaklega vel við aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og það ætti að gefa okkur byr undir báða vængi að halda áfram að stíga metnaðarfull skref í umhverfismálum á Akureyri. Við á Akureyri höfum og eigum að leggja metnað okkar í að halda áfram að vera meðal þeirra bestu þegar kemur að umhverfismálum í sveitarfélaginu en til þess að svo megi vera þá megum við ekki sofna á verðinu. Þá í samgönguáætlun tekið fram að fjárveitingar taki mið af hjólreiðum sem samgöngugrein og reikna með að viðkomandi sveitarfélag taki þátt í kostnaða undangengnum samningum þar En þar kemur fram með leyfi forseta, miðað við að þáttaka vegagerðarinnar verði alltaf helmingur kostnaður nema á langleiðum utan höfuðborgarsvæðisins þar sem kostnaðar þáttaka getur orðið meiri með stígagerði stefnt að því að umferð hjólandi ökumanna verði ekki leyfð á vegum. Þarna náttúrulega höfum við verið að stíga ansi mörg metnaðarfull skref hérna á Akureyri og áhugavert að sjá að kostnaður þáttaka vegagerðarinnar geti verið alltaf helming en þar kemur skýrt fram að það að undangengnum samningum sem við höfum ekki gert.
Í samgönguáætlun kemur líka ýmislegt fram sem tengist byggðaþróun, meðal annars í kafla markmiðum jákvæða byggðaþróun, en þar kemur fram að skoða eigi kosti þess að niðurgreiða flugfargjöld fyrir íbúa á landsbyggðinni. Aftur, ég væri bara til í að sjá að við myndum kýla á þessa skosku leið og vera ekkert að kanna, skoða eða hugsa þessa möguleika mikið lengur. En þá kemur líka fram áhugaverður punktur sem ég langar að vekja athygli á með leyfi forseta. En það stendur, íbúar landsbyggðarinnar eiga kost á að komast til höfuðborgarsvæðisins á 3,5 samþættum ferðatíma, akandi með ferju og eða flugi. Þetta í sjálfu sér bara mjög gott og blessað, en til dæmis frá Akureyri, við getum farið 45 mínútur í flugi til Reykjavíkur eða höfuðborgarsvæðisins, en það ekki endilega alveg það sama og eiga raunverulega kost á því. Í mínum huga þarf ekki aðeins að skilgreina mögulega tímalengd, heldur einnig hámarkskostnað. Reyndar kemur líka síðar fram í samgönguáætlun að eitt markmið við gerð samgönguáætlunar að samgöngur séu hagkvæmar. En hagkvæmni í mínum huga alveg afskaplega óljós skilgreining fyrir mig, auk þess þar sem að ein manneskja telur vera hagkvæman kost getur annarri þótt rándýran ómögulegan kost. Ný framtíðarsýn lögð fram í samgönguáætlun sem sett fram í 2 meginstefum og ég vil gjarna nefna fyrsta liðinn í seinna stefinu sjálfbæra byggðir land allt sem felst í því að við forgangsröðun aðgerða verið tekið tillit til óska sveitarstjórna og sóknaráætlana landshluta. En þetta kannski minnir okkur á að vera svolítið á tánum og vinna vel með sveitarfélögunum í okkar landshluta og ekki síst að koma því skýrt á framfæri hvað það sem við viljum. Þegar samgönguáætlun næsta ára skoðuð fyrir Norðurland þá í rauninni engin stórkostleg tíðindi þar, fyrir utan eitt sem ég til ástæðu til þess að fagna og það að Dettifossvegur sé kominn fjármagnaður inn á áætlun. Uppbygging ferðaþjónustu í kringum Demarshringinn ætti að geta skapað segul fyrir ferðamennina á svæði verði rétt haldið á spilunum og við tala nú ekki ef að vegurinn verði jafnvel mokaður líka. Nokkur önnur mál koma fram í samgönguáætlun sem bæjarfélagið þarf að hafa í huga, þá ekki síst með það í huga hver á að fjármagna áætlunina, hver á að borga brúsann. Sem dæmi má nefna aukna umhverfisfræðslu á öllum skólastigum, stefnt verði að því að allar nýjar ferjur verði knúnar umhverfisvænum orkugjöfum, stuðla verði að því að skip verði tengd rafmagni í höfnum, leita verði leiða til að bæta staðbundin loftgæði og hljóðvist við þjóðvegi í þéttbýli í samstarfi við sveitarfélög, aukin upplýsingagjöf til ferðamanna, auk þess sem unnið að stefnumótun í almenningssamgöngum og miða við að samningar við landshlutasamtökin verði endurnýjaðir. En varðandi landsbyggðarstrætó, þá ýmislegt sem vert að hafa í huga þar eins og orkuskipti en ekki síður verðið sem að mér finnst að minnsta kosti ansi hátt og ekkert endilega dregið til þess fallið að draga úr notkun einkabílsins líkt og eitt af markmiðum hans En þá líka rætt að auka á rafræna stjórnsýslu samgöngustofu og í því samhengi velti ég fyrir mér hvort að þar skapist ekki störf sem væri hægt að hugsa sem störf án staðsetningar. En að lokum þá vil ég nefna að ferjurnar okkar til og frá Hrísey, þó ekki beint í tengslu við samgönguáætlun, en nú liggur fyrir frumvarp til laga breytingar á vegalögum sem felur í sér að þjóðferjuleiðir verði skilgreindar sem hluti af grunnkerfi samgangna eins og þeir skilgreint í samgönguáætlun hverju sinni. Og markmið frumvarpsins að þessi skilgreining eigi sérstaklega við ferjuleiðir sem tengja byggðar eyjar við grunnkerfi landsins. Í rökstuðningi segir meðal annars með leyfi forseta: íbúar á eyjum við landið eiga sjálfsagða kröfu til þess að öruggar samgöngur til og frá heimili séu tryggðar af ríkisvaldinu með því að ríkið standi að rekstri á ferjum og skilgreindum þjóðferjuleiðum í vegalögum. Tíðni þeirra samgangna og þjónustustig verði skilgreint eins og ríkisvaldi gerir með aðra samgöngur vegi í þjóðvegakerfi landsins. Þannig verði lagðar þær skyldur á ríkisvaldi að halda opnum skilgreindum þjóðferjuleiðum í landinu. En við langar bara sérstaklega vekja athygli á þessu og taka undir þessa tillögu og vonast til þess að hún verði hreinlega lögum. En ég hef stiklað á stóri því sem að mér fannst standa upp úr varðandi okkar svæði og okkar sveitarfélag og vonast til þess að eiga góðar umræður samgönguáætlun. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur því máls bæjarfulltrúi Þórhallur. Forseti og getur bæjarfulltrúar. Þakka Hildíunu fyrir gott erindi. Ég hef getað spara með vinnunni í dag. En ég ætla ekki að lesa fyrir ykkur aftur það sem að Hilda Jana las fyrir ykkur, heldur langar mig að nefna kannski 2-3 atriði sem að hún nefndi ekki.
og ég vil koma inn á það að ég er mjög ánægður með þessa samgönguáætlun að vissu leyti. Það sem ég er ekki ánægður með er framkvæmdahraðinn. Mér finnst þetta alveg óforskammað. Og ef við byrjum á Dettifossvegi þá er það bara gott og blessað og brú yfir Skjálfanda, ég fagna því. Þetta nýtist ferðaþjónustun okkar hér á þessu svæði mjög vel. Ríkisstjórnin hún telur að ferðaþjónustan á Norðurlandi sé bara ekki tilbúin til að taka við millilandaflugi. Ég segi bara kjaftaði. Komið með flug og bara byggjum upp flugið hérna og þetta kemur til með að blómstra. Ég er bara full á trú á því og ég er alveg bara sannfærður um það. Það sem ég langaði að nefna var með leyfi forseta markmið og áherslur. Áhersla ríkisstjórnar og ráðherra. Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur birt 30. nóvember 2017. Huga skal að möguleikum til þess að opna fleiri gáttir inn í landið til landsins og fjölga þannig þeim svæðum sem geta notið góðs af ferðaþjónustu. Þetta er þessi ríkisstjórn, sko. Þetta er ekki eftir 15 ár og Akureyrarflugvöllur að flugstöðarbygging sé sett á eftir 15 ár, það er bara ekki, í lagi. Reykjavíkurflugvöllur eftir, 5 ár og Akureyrarflugvöllur eftir 10 ár, 10 til 15 ár. Þetta er bara ekki í lagi og flugklæðið sem er lagt áherslu á að klára þarna í öðrum hluta, það er bara öryggisatriði fyrir Keflavíkurflugvöll að hafa flugklæð til þess að lenda flugvélum sem er að fljúga yfir landið. Það snýr ekkert beint að Akureyrarflugvelli eða Egilsstaðaflugvelli og auka millilandaflugin á þessar gáttir. Við þurfum að átta okkur á því hvað er öryggisatriði og hvað er bara uppbygging ferðaþjónustu og greina þar á milli. Þannig að ég vil hvetja ríkisstjórnina til þess að hýsja upp sig og breyta þessu, forgangsraða rétt og þó að við býðum eftir eigandastefnu í Ísafíu að þá er ég ekkert viss sem ég treysti Ísafíu til þess að forgangsraða. Þið verðið að fyrirgefa, þeir hafa ekki sýnt það mikinn áhuga á að gera eitt eða neitt hérna fyrir norðan. Auðvitað eru þeir bundir fjárlögum og allt það skilur, en það er alveg hægt að berjast fyrir og gera meira heldur en gert er í dag. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Þórhallur lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sólu Björk. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka undir með Þórhalli og þakka fyrir þessa mjög svo fínu framsögu og ég ætla ekki að endurtaka neitt af því sem hér var sagt. Mér langaði bara til þess að koma hérna upp til þess að svona aðeins að taka undir þessar pælingar varðandi flugvöllin og mér langaði svona aðeins að ræða því svolítið víðara samhengi vegna þess að ég held að stjórnvöld á Íslandi átti sig ekki á því hversu mikilvægt það er að byggja upp innviði ef ætlunin er raunverulega að hafa byggð allt land og mér finnst bara þó við hér á Akureyri berum okkur oft ágætlega þá er það samt ekki þannig að eins og til dæmis kom fram á fyrrnefndri fjármálaráðstefnu sveitarfélagana að við séum einfaldlega sjálfbær hvað varðar fólk sem er tilbúið til að setjast í rað á að segja fólk á vinnufærum aldri og þarna skiptir flugvöllurinn alveg gríðarlegu máli og ég skil bara ekki hvers vegna stjórnvöld ættu ekki átta sig á þessu og ef maður tekur það líka í öðru samhengi vegna þess að ég get alveg skilið af hverju fólk heldur að það sé bara allt í lagi á Akureyri. Það er allt í lagi á Akureyri þó að þessu blikur á lofti ef maður horfir fram til lengri tíma en ef maður hugsa líka minni staði og eins og til dæmis núna átökin sem eiga sér stað á Vestfjörðum varðandi laxeldi að í mínum huga og ég veit að ég er ekkert einu þess að skoða þá snýst þetta alltaf að það er ekki verið að byggja upp innviðina þannig að fólk getur raunverulega valið sér búsetu það er ekki lagðir vegir, það er ekki lagt internet og það er ekki lagt rafmagn og svo þegar fólki og samfélögin eru komin í gríðarlega krísu út af þessu þá er boðið upp að einhverja valkosti eins og að fórna fjörðunum fyrir fiskeldi og þetta er ekki raunverulega valkostir og við hérna á Akureyri erum ekki í neitt svona klemmu núna
En ef þetta fer eins og þetta virðist hreinlega bara verið að gera núna, að okkur fjölgar ekki og þetta svæði sem að verið má segja brothætt byggð, og þetta Ísland var í heild brothætt byggð, ef maður horfir á þannig, miklu hagkvæmari ef við værum bara allir í blokk í Kaupmannahöfn, og það þýðir ekkert að horfa á þetta út frá bara hvað hagkvæmast, af því þá einmitt bara hagkvæmast að hafa okkur öll á einhverjum litlum stað einhvers staðar og þess vegna einhvers staðar annars staðar en á Íslandi. Þannig að þetta bara hugsun sem svo ótrúlega röng, og það þarf að hugsa og afleiðingar þessari byggðastefnu sem hefur verið rekin hérna í áratugi eða 100 ári eða meira, sem verið að styrkja höfuðborgarsvæðið, sem hefur verið gert af miklu myndarleik og hefur verið gott og var góð ákvörðun á sínum tíma og mikilvæg, en núna samt komin tími til þess að taka ákvörðun hvort við ætlum að hafa byggð allt land, og það ákvörðun sem þarf að taka, og kannski má segja verið að taka hana með því að byggja ekki upp, með því að vera að alltaf að halda í við þetta, með þetta þrennt sem að fólk vill og þarf meira en allt annað, rafmagn, internet og vegi. Og svo í okkar tilfelli, að því að við erum þá komið með svona stærra samfélag, að þá annað sem fólk vill, og það að greiða leið til og frá landinu. Og við eigum það ekkert núna, og ég var að lesa frétt bara í dag á Viðskiptablaðinu held ég, sem að snerist það að fólk út á landi ferðast minna til útlanda heldur en annað fólk á Íslandi. Af hverju ætli það sé? Það jú að því að það margfaldast ferðatíminn ef þú býrð einhvers staðar fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Og þetta bara það sem að skiptir fólk máli, og við erum að fara inn í þannig samfélag að fólk mun fyrst og fremst geta allavega svona má segja fólki í ákveðnum störfum sem munu bjóða upp á mikil sveigjanleika, það mun fyrst og fremst þurfa að hugsa um það hvar vill ég búa, og það alveg rosalega mikið af fólki, og ég var líka að lesa aðra frétt, ég búin að lesa mikið af fréttum í daggrunna hávaðamengun, og það sem í stórborgum, og þessi frétt snerist nú sérstaklega í Danmörku, þar sem að hópur á ríkisstjórnarinnar ábyggilega var að setja fram mælingar og tillögur vegna hávaðamengunar, og það hreinlega bara skaðlegt heilsunni að búa í stórborgum, og það alls konar atriði sem valda því að fólk mun vilja búa á stöðum eins og landsbyggðin á Íslandi, og það ótrúlega mikið skammsýni að vera ekki búin að byggja upp, og ég ætla líka aðeins að tala um þetta sem að bæjarfulltrúi Þórhallur kom inn á, með það að við séum ekki tilbúin með innviði fyrir aukinn ferðamannastraum, að því auðvitað vitum við það að það ferðamennska sem mun gera okkur kleift að hafa inn reglulegt millilandaflug, svona áætlunarflug oft í viku eða oft á dag, og þetta má bara trappa upp, það ekki hægt að nota þetta sem afsökun, það getur vel verið að það sé ekki til hótel fyrir einhverjar 2 milljónir á ári, ef það myndur nú allt í einu að við yrðum allt í einu í Keflavík, en við verðum ekkert allt í einu þar. Og þetta þarf bara að trappa upp, og það alveg hægt að stýra flæðinu einhver leið inn, og við erum ekkert að tala um að hér verði 20 ferðir á dag til og frá Akureyri milli helstu borga. Ég meina við bara byrjum einhvers staðar, og það bara ekki hægt að nota þetta sem afsökun fyrir að standa í vegi fyrir uppbyggingu. Og þannig að já, það kannski þetta tvennt sem ég vildi koma inn á, og svo langaði mig líka aðeins að því að fara aðeins rætt um almenningssamgöngur, og þær hafa verið reknar af landshlutasamtökunum, og þar sem ég sit í stjórn Eyþings landshlutasamtaka, þá langaði mig líka að heyra og að því við þurfum að taka á þeim grundvelli afstöðu til þess hvort að okkur finnst að landshlutasamtökin eigi að reka strætókerfið, landsbyggðarstrætóan eins og við verið, og þá verður líka gott að heyra kannski frá ykkur hvað ykkur finnst um það bæjarfulltrúar, því að það held ég, og ég sjálf þá skoðum að það sé ekki gott að láta landshlutasamtökin reka þetta, ekki bara út af fjárhagslegri áhættu, heldur líka bara út af samræmingu á kerfinu, þar sem að það bara óeðlilegt að það séu svona þessi skipt á milli landshluta eftir einhvers konar samtökum, það er ekki góð hugmynd. En annars já, þakka ég bara fyrir góða framsögu. Bæjarfulltrúi Sólu Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það nú margt komið hér fram svo sem að við öll flest myndum vilja segja, og ég þakka bæjarfulltrúa Hildi Jónu fyrir mjög góð yfirferð,
og ég held hún hafi nú tekið flest allar punktar sem snúa okkur sem bara gott og vel og takk fyrir það. En eins og kemur fram í samgönguáætluninni þá gert ráð fyrir því að flug verði hluti af grunnsamgöngukerfi landsins. Mér finnst það bara ekki vera sýnilegt í þessari áætlun. Í stefnunni kemur líka fram að það verði greindir kosti þess að Isavia að alþjóðaflugvöllurinn fari undir Isavia sem ég gerir ráð fyrir rauninni sem vinnan við eigendastefnuna. Ég búin að heyra orðið eigendastefna í allt of langan tíma núna án þess að neitt gerist og þær síðustu fréttir sem ég fékk að það sé bara rétt að hefjast svo vinna við eigendastefnu og það mér bara gríðarleg vonbrigði því að ég held að allavega við sem búin að ræða þetta í 1 eða ekki 1,5 ár og það var mín trú að þessi vinna væri í gangi. Þannig að ef það satt og rétt, að hún sé rétt að fara á stað, þá ég mjög ósátt við það. Mér finnst bara við sem hagsmunaaðilar og baráttu fólk fyrir þetta svæði, eigum bara að krefjast þess að þessi eigendastefna, þeirri vinnu verði lokið fyrir áramót. Þannig að það fari eitthvað að koma í ljós hvert ríkið ætlar með þennan flugvöll. Ég var rosalega ánægð með það að á aðalfundi Eyþings var einhljóma fólk samdóma álits með það að það ætti að vera uppbygging á Akureyrarflugvelli sem alþjóðaflugvelli og þannig að innan svæðinsins erum við sammála. Það allir sammála um að það sé næsta skref og það sé eitt af mikilvægustu þáttum í atvinnuuppbyggingu á svæðinu. Þannig að ég verð að segja að allavega hvernig hefur verið haldið á spöðunum hingað til mjög vonbrigði. Þannig að ég held að við verðum jafnvel þá bara öskra herra fyrst að við erum ekki komið lengri í þessum efnum. En líka þetta bara svo svekkjandi því ég held ég hafi ekki hitt alþingismann eða ráðherra sem hafi ekki talað fyrir því hér á fundum að þeir vilja opna aðra gátt inn í landið. Látum þá verkin tala. Annað ég vil fagna þessu aðra hér demasengnum, þetta mikið fagnaðarefni og ég held líka að þetta muni hjálpa byggðum austar, við munum hugsanlega finna aðeins fyrir því að það muni minnka í gistingu hér og aukast fyrir austan sem gott og vel. Þess vegna við bara tilbúin núna eins og að fá fleiri ferðamenn inn á svæðið. Varðandi ef við förum bara í almenningssamgöngur almennt, þá líka fyrir spurning hvort við ættum að tvinna þetta saman. Þetta sé ekki bara samgöngur á landi, samgöngur í flugi. Ég var alveg heyrt talað það frá fólki hér á svæðinu að hugsanlega á sumum stöðum flugið mikilvægir þáttur heldur en strætó. Þannig að eigum að hugsa þetta hugsanlega sem heildrænt kerfi. Mér finnst algjörlega fráleitt að þetta sé á höndum landshlutasamtakanna að reka þetta. Við erum búin að vera núna að vinna í því slagsmálum á milli landshluta, hver á að taka tap af leiðum og hver á að fá hagnað af leiðum. Þetta náttúrulega bara út í hött. Þetta á náttúrulega bara eitt heildstætt kerfi sem rekið á einum stað í samstarfi og samvinnu við landshlutasamtökin og fólki á staðnum. Þannig að allan kemur fram í samgönguáætlunina að þetta sé hugsað að þetta verði áfram á hendi landshlutasamtökanna og því ég bara ekki sammála. Ég ætla svo sem ekkert að fara yfir mörg önnur atriði. Ég reyndar líka ánægð að sjá fyrir hönd Þórshafnarbúa og þeirra fyrir austan að Brekknaheiði sé þarna inni. Það mikið fagnaðarefni. Ég held að Eyþing sé búin að álykta þetta á hverju ári síðan að ég byrjaði í pólitík. En ég held að samt númer 1 þá flugvöllurinn aðalmálið og við eigum, eins og ég segi, bara krefast þess að eigendastefnunni verði lokið sem fyrst þannig við fáum almennileg og skýr svör hvers skal stefna. Bæjarfulltrúi Eva Hrund lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar svona líkt og aðrir að þakka bæjarfulltrúa Hildi Jönnu fyrir framsöguna hérna áðan. Fór mjög vel í gegnum þetta fyrir okkur.
En samgönguáætlun núna í fyrsta sinn lögð fram full fjármögnuð, það segja 5 ára áætlunin. Það aðgerðaáætlun sem tekur mið af ramma fjármálaáætlunar fyrir árin 2019 til 2023. Í 5 ára áætlun þá áætlun fjármál, útgjöld og aðgerðir í samræmi við megin markmið. Hins vegar 15 ára áætlun þar sem horft til framtíðar, rýnt í þróun tækni og þarfir þess sem ferðast fyrir betri þjónustu, lægri kostnað, fleiri valmöguleika svo sem almenningssamgöngur, öruggari og umhverfisvænni samgöngur og þarfir fyrirtækja fyrir betra samgöngunet og öflugra flutningskerfi á landi, sjó og lofti. Mig langar örlítið að vitna í samgönguáætlunina með leyfi forseta, en markmiðið að samgöngukerfi landsins myndi eina samþætta heild sem þjóni íbúum og atvinnulífi sem best. Þar kemur einnig fram, líkt og hefur áður verið sagt hér, að gáttir inn í landið aðra flugvelli verði þróað áfram. Búsetugæði verði aukin með því að bæta samgöngur innan og milli skilgreindra vinnusóknarsvæða og stækka þau þar sem hægt sem ég tel afar nauðsynlegt. Einnig kemur fram að uppbygging og rekstur samgangna stuðli að eflingu atvinnulífs innan og milli landshluta. Þar kemur einnig fram að stefnt skuli að því að samgöngur verði umhverfislega sjálfbærar og að því að draga úr hnattrænum, svæðisbundnum og staðbundnum umhverfisáhrifum samgangna. Dregið verður losun gróðurhúslofttegunda í samræmi við stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum. Þarna langar mig örlítið til að staldra við því að það stendur til að hækka kolefnisgjaldið og þessi svokallaði kolefnissjóður sem fjármagn fer inn í að mér skilst inn í stóru púlíuna. Það ekki verið að draga úr því að eyrnamerkja fjármagn vissum verkefnum, en ég hef nú rætt að hér í pontu áður vil gjarna koma því aftur á framfæri að mér mjög mikilvægt að sveitarfélög líkt á Akureyri sem að ráðast í stóru verkefni til að draga úr kolefnissporum landsins alls fái einhvern stuðning frá ríkinu og þarna lít ég svo á að sé kjörið tækifæri að hluti úr þessum kolefnissjóð komi inn í slík verkefni. Og við höfum meðal annars talað það að stíga stærri skref í umhverfismálum hér á Akureyri, vinna betur í úrgangsmálunum okkar og skapa heildarsýn varðandi þau tækifæri sem liggja fyrir og við höfum eins og segi, sýnt hugrekki þegar við fórum stað í Moltu á sveitafélögunum okkar hérna í kring og viljum fara lengra og því tel ég tækifæri fyrir stjórnvöld að setja fjármagn þarna inn í slíkt verkefni ef áhugi fyrir. En eins og komið hefur fram ekki áætlað fjármagn í uppbyggingu Akureyrar flugvallar en því verður þó að halda til haga í fjárlögum 2017 til 2018 voru framlög flugsamgöngum hækka 340 milljónir. Og næsta ári hækka framlagið til málaflokksins aðrar 340 milljónir sem þýðir að framlög hafa farið úr 800 milljónum í 2,5 milljarð. Þetta vissulega dreifist á nokkur svæði þetta fjármagn en því miður nægir það ekki til þess að sinna almennu viðhaldi flugvallarins. Ég vil koma inn á 2 þætti sem skipta miklu máli varðandi framtíð Akureyrarflugvallar og uppbyggingu hans. Í fyrsta lagi hefur nefnd verið að störfum sem kemur inn á rekstur varaflugvalla eða innanlandsflugvalla landsins. Meðal annars hvar að koma þeim inn í kerfið. En þess ber að geta þessi nefndir undir forystu okkar fyrrum bæjarfulltrúa Njáls Trausta. En fyrir lá að nefndin myndi skila vinnu sinni síðastliðið vor en enn bólar ekki á niðurstöðum nefndarinnar. Í öðru lagi höfum við beðið eftir eigendastefnu Isavia sem hefur verið rætt hér í dag. En þar verið að skoða meðal annars breytt rekstrarform. Það að Isavia taki sér rekstur allra millilandaflugvalla landsins og svo skoskuleiðina sem stuðningur við innanlandsflug. Vinnan við eigendastefnuna hefur verið á forræði fjármálaráðuneytisins og unnin í samvinnu við samgönguráðuneytið. Ég veit vissulega hvað áherslu Framsóknar í þessum málum og ef vinnu nefndarinnar og eigendastefnuna sem á forræði fjármálaráðuneytisins hefði verið lokið, hefði niðurstaðan skilað sinni samgönguáætlun. Ég tel því afar mikilvægt að við bæjarfulltrúar hér í bæjarstjórn Akureyrar þrýstum á þingmenn okkar að þessari vinnu ljúki. En það vissulega okkar hlutverk að benda á það sem betur má fara og berjast fyrir svæðin okkar. Því tek ég heilshugar undir þá tillögubókun sem kemur hérna fram á eftir hjá bæjarfulltrúa Höllu Björk. En ég tel afar mikilvægt að ljúka vinnu nefndarinnar og eigendastefnuna því þá getum við kallað eftir því að niðurstöðurnar skili sér inn í 15 ára samgönguáætlun. Þar sem skýr sýn á uppbyggingu Akureyrarflugvallar, stækkun flugstöðar og flughlaðs þar inni. Mér langar rétt að bregðast við, bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á þarna áðan varðandi vegagerðina og samninga við sveitarfélög uppbyggingu á hjólreið og göngustígum.
Ég get nú rauninni svara aðeins fyrir síðasta kjörtímabil þar sem ég satt sem formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs, en við áttum nokkra fundi með Vegagerðinni, mjög fína fundi, það var reyndar ekkert talað samninga, það kannski bara nýtt núna, ég þekki það ekki. En við töluðum meðal annars Drottningarbrautastíginn sem mikil prýði og mikil notaður, maður keyrir varla framhjá þess að sjá einhvern hjólandi, hlaupandi eða gangandi. En það var gert heiðurssamkomulag við Eyjafjarðarsveit. Við áttum fund með Eyjafjarðarsveit í Vegagerðinni og þar kom meðal annars fram að þeir ætla að fara í hjólreiðastíginn og klára hann inn á Hrafnagil, og það var rætt það að gera samkomulag að sækja ekki styrk til Vegagerðarinnar meðan þeir væru þessu verkefni til þess að þeir getu fengið styrkinn. Því okkar staða tiltölulega sterk að sækja styrk varðandi Drottningarbrautina þar sem þetta fjölfærin vegur. Þannig að það næst á dagskrá. Við höfum nú þegar sendt Vegagerðinni póst þess efnis þar sem við höfum óskað eftir fundi til þess að ræða þetta að framlag komið frá Vegagerðinni. Þannig að bara svo aðeins til upplýsingar. En varðandi landshlutasamtök og landsbæjarstrætó sem bæjarfulltrúi Sóleyjarfjörð kom inn á áðan, þá tel ég þetta verkefni ætti ekki að vera á vegum landshlutasamtakana. Það mín skoðun. Ég svolítið þreytt á því að verkefni á vegum ríkisins séu ekki fullt fjármagn og sveitarfélög þurfa að standa kostnaði. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Ingibjörg lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Forseti og getur bæjarfulltrúar. Ég ætla nú líkt og aðrir bæjarfulltrúar hér að þakka bæjarfulltrúa Hildu Jönu fyrir mjög svo góða framsögu og líka þeim bæjarfulltrúum sem hér hafa komið eftir henni með góð innlegg í þessu umræðu. Ég held að við séum, það svo gott ef við tökum svo umræðu sem að við erum öll saman í liði og öll á sama máli, að þá svona eins og bæjarfulltrúar hafa komið inn á, menn kannski búin að undirbúa sig undir umræðuna en fá svo sína slíka framsögu sem var hér í dag að það þarf kannski ekki mikið endurtaka. En ég held samt að við þurfum öll að leggja svolítið áherslu á það að uppbygging Akureyrarflugvallar er eitt stærsta byggðamál á landinu í dag. Það er alveg ljóst. Og við höfum fengið mjög góða stuðning, ekki bara nágrannasveitarfélög, heldur bara landsbyggðarinn allrar, að það verði komið hér á annarri gáttinni í landið til þess að gera meira úr þeim ferðamannastraum sem er hér í dag á landinu. Það er ljóst að það er mikil átroðningur á Suðvesturhorninu og það hafa allir talað fyrir því að koma inn annarri gáttinni í landið og Akureyrarflugvöllur er tilbúinn til þess en þó þarf uppbyggingu. Og við náttúrulega erum að sjá á næsta vetri, líkt og í síðasta vetur, hér millilandaflug í auknum mæli sem betur fer. Við erum að reyna að bregðast við því að taka móti þessum farþegum. En flugstöðin er bara engan veginn ásættanleg og við létum gera skýrslu á vegum Eyþings, sóknaráætlun Eyþings, vegna eitt af stærsta málið í sóknaráætlun landshlutans og ekkert eitt af, heldur stærsta málið var akkurat uppbygging Akureyrarflugvallar. Skýrslan er núna til og þá er komið ákveðið handrit fyrir stjórnvöld til þess að vinna með. Og það er akkurat það sem við þurfum að koma á framfæri núna. Við erum núna að fara í dag að bóka hér á eftir að koma ályktun sem við munum að sjálfsögðu koma til ráðherra. Það vill svo hefnilega til að við oddvita meirihluta sjálfsagt bæjarstjóra erum að fara suður að hitta bæði heilbrigðisráðherra og samgönguráðherra á morgun og munum koma þessu áleiðis. Það er líka þannig að fyrir 27. október næstkomandi er hægt að koma inn athugasemdum við tillögurnar og það ætlum við að ræða í bæjarráði á fimmtudaginn og fela okkar ágæta bæjarstjóra að ganga frá umsögnum það mál og ég held bara hreinlega að við ættum að vera með smá nýbreytni. Við ættum bara hreinlega að taka þessa upptöku sem tekin er hér á fundinum, þar sem umræðan hafa átt sér stað og hreinlega senda með. Þannig að fólk sjáu hvað við erum að ræða. Við erum búin að fara hér mjög málefnilega yfir þetta mál. Við höfum verið að leggja fram okkar skoðanir og við erum bara að benda mönnum á það og benda stjórnvöldum á það að þetta er stórt tækifæri til þess að hafa áhrif á byggðaþróun í landinu og menn eiga að nota það og það er eins og bara eftir Þórhallur benti á, það er ekki eftir 15 ár, það verður að gerast núna, þetta verður að fara að gerast. Nú erum við komið handritið fyrir ríkið til að byggja upp með, þetta er ekki stóri fjármagn, þetta hefur komið fram í stóra samhenginu, 3,5 milljarður kannski, jú það eru vissilega stóri peningar,
En þetta engu að síður þannig að þetta tækifæri til að snúa við þeirri þróun sem að verða að allir ætla að fara á suðvesturhornið. Við erum brothætt byggð út á landsbyggðinni. Bæjarfulltrúi Sóley kom inn á það að við verum brothætt byggð allt landið, það vissulega rétt líka, en við verðum ekki betur stödd ef við ætlum öll að búa á suðvesturhorninu. Þess vegna mikilvægt að við nýtum þetta tækifæri núna að byggja upp millilandaflug á Akureyri. Það ferðamannastraumur, það bæti lífsskilyrði okkar hér á þessu svæði og við eigum að geta þetta og eigum að þrýsta á stjórnvöld að fara út í þetta. Bæjarfulltrúi Sóley Björk sem nýkomin inn í stjórn Eyþings spurðist fyrir landsbyggðarstrætóinn. Það sannlega fáir, kannski ekki fáir, það flestir þeir sem hafa setið sem formenn Eyþings síðustu árin. Ég og forveri minn Geir Kristinn Aðalsteinsson þekkjum málið afskaplega vel og því miður það bara þannig að menn fóru á stað að miklum vanefnum, upplýsingar voru ekki góðar og líka það að landshlutasamtökin eru enga veginn sérfræðingar í strætóbílaakstri og þess vegna ég á því að menn eigi að huga öðrum leiðum. Menn eru að skoða það að landsbyggðarsamtökin haldi út í akstrinum árinu 2019 á meðan að ríkisvaldið hefur tækifæri á byggja upp nýtt kerfi frá árinu 2020. Hvernig það verður skal ósatt látið, en ég held að það sé kannski einhverjir aðrir betur til þess fallnir að reka það heldur landsbyggðarsamtökin, þó svo að landsbyggðarsamtökin geti hugsanlega verið með einhvernig komið að, skipulagningu eða áætlun eða uppbyggingu að vinna að hvernig við sjáum þetta í framtíðinni. Ég held að það sé kannski málið. Landsbyggðarsamtökin eru með reynslu af þessum rekstri frá árinu 2012 og það er kannski þeirra að koma þeim upplýsingum hvernig hlutinni ættu best að vera og þá hefur komið hérna fram í umræðinu. Það er spurning hvort þetta er landsbyggðarstrætó á sumum stöðum, hvort það megi ekki tengja það líka við almenningssamgöngur í lofti og það er akkur stóra málið í þessu að við eigum að horfa á heildarmyndina. Og ef að menn horfa á heildarmyndina þá er það ljóst, það er algjörlega kristaltært að það er hagsmunamál allra þjóðarinnar að það verði byggt upp hér á Akureyrarflugvelli og það ekki eftir 15 ár heldur strax. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur. Ég ætla að endurtaka mig. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að þakka Guðmundi Baldvin fyrir að segja það sem ég ætlaði að segja. En þetta er akkurat það sem ég langaði að koma inn og kannski var ekki ítrekka nógu vel á þann, að það er þetta með að þetta er ekkert bara Norðurland sem við erum að tala um. Við erum að tala um allt Vesturland, við erum að tala um allt Austurland. Og þegar við tölum að þetta sé þjóðhagslega hagkvæmt, að þá getum við bara horft til þess að þeir sem að keyra austur fyrir og suður fyrir og fljúga út frá Keflavík, þeir keyra bara einu sinni suðurströndina. Þeir keyra ekki fram og tilbaka eins og ferðamaðurinn gerir í dag. Það hlýt frá minnka álagi líka. Þannig að við þurfum að horfa til þess. Ég bind vonir við ferðamálaráðherra, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur sem var nýlega í Queenstown á Nýja-Sjálandi. Þeir hafa byggt sinn flugvöll upp á undanförnum árum mjög vel með glæsilegu flugleiðsögukerfi sem að gerir þeim kleift að fljúga inn þarna í öllum veðrum. Þeir eru eins og við innan fjöll og það er erfitt að fluga erfitt, en þetta er ekkert sem er ekki leysanlegt, þannig að þeir eru alveg búin að sýna fram á það. Og hvað langar mig að segja meira? Leiðsögukerfi okkar er orðið gamalt og úrelt. Ég held sem sagt að það sé flogið inn á gömlum skiparadar hérna, ef ég veit ekki betur, og varahlutir eru ekki framleiddir lengur í þetta tæki, heldur þarf að leita á eBay ef það vantar einhverja varahluti. Þannig að þið sjáu hvernig ástandið er í uppbyggingu innviða. Við þurfum svolítið kannski að vera á tánum og EGNOS er sem sagt leiðsögukerfi, GPS leiðsögukerfi sem að evrópska geimferða stofnunin er að nota til þess að flugmenn eru farnir að fljúga eftir þessu og það er eitthvað sem okkur vantar að draga hérna yfir Ísland og til þess þá þarf að setja upp að með skilst stöð á Grænlandi. Við þurfum náttúrulega að beita okkur þannig að okkar utanríkisráðherra og fleiri sem er að starfa á þessum grundvelli séu að vinna í þessum málum. Við þurfum að halda þessu á lofti mjög vel.
Hvað ætlaði ég að segja mér það? Það er ekki nóg að við fáum bara inn hérna leiguflug í nokkra mánuði á ári. Það er ekki að gagnast okkar samfélagi til uppbyggingar til þess að efla atvinnu hér á þessu svæði, heldur þurfum við að fá áætlunarflug. Við þurfum starfsfólk sem að vinnur hér þarf á einfaldan hátt að geta hoppað út í heim og átt fundi með þeim fyrirtækjum sem þeir eru að vinna fyrir. Öðruvísi þá byggjum við ekki upp almennilegt samfélagið. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Þórhalli lokið máli sinni. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Hildi Jónu að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Já, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja eins og aðrir að þakka bæjarfulltrúa Hildi Jónu fyrir mjög góða yfirferð á svona að taka útdrátt í raun úr þessu samgönguáætlun og nefna öll hér helstu atriðin sem að snúa þessu svæði og ég hef svo kannski ekkert miklu að bæta hérna við það sem hefur komið fram hjá öðrum bæjarfulltrúum. Umræðan búin að vera góð. Ég ætla þó aðeins að hérna drepa niður í stefnulýsingu ríkisstjórnarinnar líkt og bæjarfulltrúi Þórhalli gerði áðan og bæta við hérna möguleika að opna hliðinu til landsins, önnur hlið þar að segja, með leyfi forseta. Aukin dreifing ferðamanna um landið er mikilvæg með hliðsjón af náttúruvernd og byggðasjónum. Og þá langar mér líka með leyfi forseta að koma hérna inn á stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árið 2018 til 2024. En þar segir með leyfi forseta: Innanlandsflug verði skilgreint sem hluti almenningssamgangnakerfisins, starfshópur móti reglur sem gerir innanlandsflug að raunhæfi valkosti fyrir íbúa með lögheimili á tilteknum svæðum. Styrkur verði veittur einstaklingum en ekki fyrirtækjum eða stofnunum, meðal annars mætti að hafa hérna svokallaða skosku leið sem vissulega getið í samgönguáætluninni að einhverju leyti og þarna segir jafnframt með leyfi forseta flughlið inn í landið. Að ferðamenn dreifist betur um landið. Flugþróunarsjóður styður uppbyggingu nýrra flugleiða til Íslands þannig að koma með í reglulegu millilandaflugi alþjóðaflugvöllina á Akureyri og Egilsstöðum. Og þetta er eins og bæjarfulltrúi Þórhalli bent á, þetta er sama ríkisstjórn. Þarna ætlaði þau að setja fram 5 ára áætlun, samgönguáætlun, sem kemur ekkert inn á þetta, ætlaði að vera við völd í 15 ár. Þú setur ekki upp áætlun sem samræmist á þinni stefnu með, það sem ekkert er komið inn á í raun það sem þú setur fram í stefnunni. Þannig að mér finnst þessi 5 ára áætlun svona dálítið mikil vonbrigði, verð ég að segja, fyrir okkur sem erum búin að vera hérna að berjast fyrir nýrri gátt inn í landið, berjast fyrir uppbyggingu á Akureyrarvelli, að þar sér bara engin merki það að eigi að fara í einhverja uppbyggingu. Ég vissulega geti þarna á öðru eða þriðja tímabili 15 ára áætlunar, en það er bara allt of seint. Við erum núna með tækifærin í höndunum. Og ef við ætlum ekki að nýta þau, ef ríkisstjórnin ætlar ekki að nýta þessi tækifæri, þá sitjum við bara eftir og mögulega töpum þessari gátt sem við höfum þó núna. Það er komið af stað þetta leiguflug sem vissulega viljum við sjá á áætlunarflug, ég tek undir með bæjarfulltrúa Þórhalli með það. En leiguflugi er hafið. Það er að skila inn hérna tekjum sem að koma beint inn og meiri tekjum heldur en hafa verið settar í flugþróunarsjóð til styrktar þessu verkefni. Þannig að þetta verkefni að byggja upp fyrir 3,5 til 4 milljarða á Akureyrarflugvelli þá eftir að skila þjóðarbúinu svo margfalt þessu sem við setjum í það að ég skil bara ekki að þið skuli ekki stökkva á þetta tækifæri. Í samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar núna er verið í sjálfu sér og bæjarfulltrúi Hilda hérna kom bara vel inn á það að innviðar uppbygging hefur bara setið á hakanum alveg frá hruni og við erum bara alls staðar að sjá það að við erum langt eftir, það er verið að plástra og það er verið að reyna að setja og það er jákvætt auðvitað hún sé full fjármögnun þessi 5 ára áætlun en það er samt bara að vera að plástra. Það er ekki neinn stefnumótandi ákvörðun tekin til þess að taka næstu skref. Hvernig ætlum við að auka tekjur landsins? Það væri, segi ég, með því að opna þessa nýju gátt. Þar er bara gullið tækifæri til þess að sýna með markvisum hætti að við ætlum að breyta kúrsinu.
Við ætlum að draga úr álaginu þá á suðvesturhorninu. Það dregur úr þörfinni fyrir viðhald. Það þá inn í samgönguáætlun. Þarna gætum við verið að nýta þá innviða uppbyggingu sem hefur þó orðið hér á Norðurlandi. Hún ekkert fullt nýtt. Þannig að við, ég var að verða að segja það að þetta olli mér miklum vonbrigðum að lesa þetta plagg hérna í gærkvöldi. Að það skuli ekki vera sett og það vera að setja inn viðhald og viðhaldið í raun dugir ekki bara fyrir því nauðsynlegasta á næsta ári. Það verið að tala að ég viðhalda flugbrautum en eftir því sem ég best fæ séð og það má eitthvað leiðrétta með það að þá sýnist mér það ekki einu sinni duga fyrir því nauðsynlegasta. Bara hérna á Akureyrarflugvelli. Hvað varðar ratsjána, því ég get nú kannski upplýst fólk það er einmitt skiparatsjá sem var breytt fyrir flugið. Og hvað ætla fólk að gera ef hún bilar? Verði þá bara þessi þjónusta ekki veitt? Erum við ekki með neina áætlun til að bregðast við? Ætlum við bara smá saman að draga úr þjónustunum frekar hérna á Akureyrarflugvelli eða ætlum við að fara að byggja upp sem samfélag? Og mér sýnist á þessari því miður eins góð þar að segja vinnan vissulega til fyrirmyndar á hans fjármögnuð og ég skil að vissuleiti að þarna bara vera að plástra og reyna að bregðast við þessum bráða vanda sem að allt samgöngukerfi okkar lands í en það hefði verið svo gaman að sjá pínu þor hjá ríkisstjórninni í að setja fram eitthvað svona pínu stefnumótandi og segja, hérna ætlum við bara að byggja upp, hérna ætlum við að koma inn í byggðaáætlun eins og bæjarfulltrúi Sólu Björk kom inn á. Við erum hérna, að reka byggðaáætlun líka. Hvernig ætlum við að fara því? Hvernig ætlum við að halda þessu landi byggð? Ef að Norðausturlandið kemur ekki sterkt inn, þá erum við bara smá saman að tapa þessari baráttu. Því miður. Og þá förum við ekki endilega öll til Reykjavíkur, við förum bara erlendis. Ég ætla aðeins að koma hérna inn á hvað væri þó jákvætt í byggðaáætlun, í samgönguáætlunni. Það vissulega að brú yfir Skjálfanda, frábært að sjá það inni. Bundið slitlag til Borgarfjörð Eystri, löngu tímabært. Og hérna hjóla og göngustígar, vissulega, en þá vil ég aðeins koma inn á það og bæjarfulltrúi Ingibjörg bent á að við höfum verið í viðræðum við Vegagerðina að koma að stígnum hérna á Drottningarbrautar göngustígnum sem ætti þá tilheyra Vegagerðinni eins og aðri göngustígar sem eru lagðir hérna víðsvegar á landið. Að við hefum einhvern veginn svona gefið eftir og sagt að við erum tilbúin að bíða. Það var auðvitað vegna þess að við höfðum vilja til þess að koma að stígnum inn í Eyjafjarðarsveit en máttum ekki nýta útsvarstekjur bæjarbúa okkar til þess að byggja upp í öðru sveitarfélagi og gáum þess vegna þetta kannski forskot sem við áttum með ef það hægt að tala biðröð inn í Vegagerðinni. Við gefum það eftir til þess að Eyjafjarðarsveit gæti fengið pening til þess að koma þessum stíg á sem vel. Dettifossvegur vissulega bara jákvætt að hann skuli vera þarna inni og það þá hluti að byggja upp þennan ferðamannastað og við erum þá ekki að nýta öll tækifæri til þess að koma ferðamennum beint inn af því að við sjáum það blikur á lofti í ferðamannastöðum í ferðamannaiðnaðinum hérna. Það að draga úr, það að vera dýrar heimsækja Ísland. Það þýðir að ferðamenn stoppa styttra og það þýðir að þeir fara bara á suðvesturhornið. Auðvitað eru ferðamenn að koma í annað og þriðja skipti sem koma þá til okkar en þetta gerist bara aðeins og hægt og við vitum líka og allar rannsóknir sína að ef þú kemur bara ferðamennunum beint inn á svæðið þá dvelur hann lengur og það skila sér betur til samfélagsins og allir græða og ríkisstjórnin ekki hvað síst. Hvað varðar að reka strætó þá vil ég bara taka undir með bæjarfulltrúa Ef og fleirum sem hafa komið inn á bæjarfulltrúa Guðmundi að ég held að þegar verkefni kom til Eyþings eða landshlutasamtakana þá var það vanfjármagnað og kannski einhver leyti vanhugsað. Landshlutasamtökin voru kannski ekki tilbúin í verkefnið og svo að fá ekki nægan pening með þá gekk reksturinn brösulega og það hefur gengið brösulega síðan og fólk verið með þetta í fanginu. Þannig að ég segi að þetta gengur auðvitað ekki áfram en að Eyþing yrði einhvers konar eða landshlutasamtökin ráðgjafir í þeim öfnum
það var eitthvað sem við geti séð fyrir sér. Aðeins að samgönguáætlunina aftur. Ef gluggað í samgönguáætlunina og grænbók vegna fjarskiptaáætlunar, þá ein setning sem vekur veldur mér áhyggjum og með leyfi forseta. Ef viðhalda á til dæmis núverandi tilhögun aðflugstjórnar á Akureyrarflugvelli með ratsjárþjónustu þarf að endurnýja aðflugsratsjána. Hvað þýðir þetta í raun, eins og vorum að koma inn á? Þetta ekki fjármagnað í samgönguáætlunni og hvað þýðir þetta í raun? Á að skerða þjónustuna, á að minnka öryggi. Áður en breytingar verða gerðar, og það að segja að við missum þessa ratsjá, og dregið verður og aðflugstjórn yfir höfuð, þá nauðsynlegt að ljúka uppsetningu ILS aðflugsbúnaðar ásamt því að tryggja bestu útgáfa gervihnattarleiðs úr suðri á grunni EGNOS. Og samkvæmt samgönguáætlunni stefna hvað varðar EGNOS mjög óljós. Þannig að þarna vil ég brýna stjórnvöld til þess að gera betur. Það þarf að fara betur inn í hvernig við ætlum að sjá þá uppbyggingu verða hérna á landinu. En að lokum, og ég segi bara þakka bara virkilega góðar umræður og ég held að við séum öll sammála svona megin atriðin hérna og hvað vantar fyrir okkar svæði, þá ætla ég að lesa upp hérna tillögu að bókun. Bæjarstjórn Akureyrar harmar að þess sjáist engin merki í 5 ára samgönguáætlun að fara í uppbyggingu á Akureyrarflugvelli. Samgönguáætlun gerir ekki ráð fyrir að hægt sé að sinna eðlilegu viðhald á vellinum hvað þá meira. Viðræður hafa verið í gangi í langan tíma á milli bæjarstjórnar og ríkisstjórnar þar sem að ráðherrar hafa tekið vel í hugmyndir uppbyggingu á vellinum og opnun nýrrar gáttar inn í landið. Nú ljóst að ekki fara saman orð og aðgerðir. Ein skýring gæti verið svo að eigendastefna Ísafjarðar eigi að taka á þessari uppbyggingu. Því leggur bæjarstjórn mikla áherslu á að henni verði lokið fyrir áramót. Og að þessu sögðu, þá legg ég þessa bókun náttúrulega undir bæjarstjórn, en jafnframt að vil ég taka undir það sem komið fram hjá einhverju bæjarfulltrúanum, ég man nú ekki alveg hver sagði það, að það ekkert endilega gefið að eigendastefnan verði til þess að uppbygging verði Akureyrarflugvelli. Þannig að þú veist, eigendastefnan eitt, henni þarf síðan að fylgja fjármagn og innan þessa tímaramma sem við erum að tala Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og ég bara gef henni aftur fundarstjórnina. Já, takk fyrir það. Þá orðið laust. Já, þá tökum við örstutt fundarhlé. Þá höldum við áfram fundi og göngum til dagskrár eða því sem eftir af henni. Við notum fundarhlé til þess að fara yfir bókun bæjarstjórnar og ég ætla að bera upp hérna nýja bókun. Hún hljóðar svo. Bæjarstjórn Akureyrar lýsir yfir miklum vonbrigðum með að í 5 ára samgönguáætlun sé ekki gert ráð fyrir fjármögnun uppbyggingar Akureyrarflugvallar. Það samræmis hvorki byggðastefnu stjórnvalda né umræðu mikilvægi þess að dreifa ferðamönnum landið. Þá hvetur bæjarstjórn Akureyrar ríkisstjórnina til að ljúka við löngu tímabæra eigendastefnu Ísafjarðar, ekki síðar en áramótin 2018-2019. Þeir sem geta samþykkt hana, gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það og þá dagskrá tæmd og eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar, bæjarráð 4. október, frístundaráð 28. september og 3. október, fræðsluráð 1. október, skipulagsráð 10. október, stjórn Akureyrarstöðu 4. október, umhverfis- og mannvirkjaráð 1. og 2. október, velferðarráð 3. október. Hægt er að nálgast þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins. Og þá segi ég bara fundi slitið klukkan 17:30.